Já, góðan daginn. Ég ákvað að setja þessa mynd því að hún var tekin sko á 50-afmælinu og mér finnst þetta svo frábært að því ég fagna hverju ári. Meðan aðri sko er eitthvað svo hræddir við að eldast, þá sko er ég svo glöð þegar það kemur nýr afmælisdagur. Ég bara náttúrulega fagna honum, þannig að þarna er ég alveg bara í banastuði í bleikum skóm með bleikar blöðrur sem að vinkona mín hafði sett á súlurnar á heimili mínu. Þannig að þetta er sem sagt ég, 50. En ég fagna þessu mjög að vera hér. Ég er sem sagt kenni kennslufræði við Háskóla Íslands og ég veit það að fyrirlestrar það sem er lesið af blaði eru leiðilegustu fyrirlestrarnir. Alveg sko, það er bara, þeir fá alveg sko, þeir fá verstu einkunnina, en ég þarf að því miður að nota þannig aðferð vegna þess að, og maður þarf að gera það stundum, vegna þess að annars er svo hræddur að ég fari bara út víðan völl. Ég hef þá tilhneigingu nefnilega sem sagt að fara svona út í eitthvað sem að ég finnst allt í einu að verði voða spennandi að tala en ég ætla að passa mig sem sagt að halda við blaði sko. Og þessi mynd verður svona aðeins svona til að byrja með. En ég sem sagt þakka fyrir það að fá að taka þátt í þessari ráðstefnu og fagna þessu framtaki. Að greinast aftur er eitthvað sem allir sem greinast með krabbamein óttast. Þetta er nokkurs konar tabú. Ég greindi sjálf með brjóstakrabbamein fyrir tæpum 13 árum. Þá var ég 38 ára gömul, gift móðir í Hlíðunum, 5, 12 og 16 ára börn á heimilinu, mín börn, og nýbúin að fá lektorstöðu við Kennaraháskóla Íslands. Ég fann meinið sjálf, indreginn hnút í brjóstinu, fór hérna upp og það sem sagt kom í ljós að þetta var krabbamein, brjóstið var tekið, ég fór í meðferð og síðan átti þetta bara að vera búið og því trúði ég. Það átti að vera þannig hjá mér. Ég man að ég vildi bara heyra sögur af þeim sem hefðu læknast. Vigdís Finnbogadóttir var mín aðalfyrirmynd og er reyndar enn og aðrar góðar konur sem hefðu líka greinst með brjóstakrabbamein, sem var jafnvel komið út illa eins og mitt og hefðu farið í meðferð og lifað síðan góðu lífi, ever after. Mér fannst það eins og að greinast aftur hlyti að vera endalokkin og ég vildi ekki hugsa þann möguleika. Það gekk allt vel, en 4 árum seinna kom í ljós að eitthvað var ekki eins og átt að vera. Ég var á leið í rannsóknarleyfi á háskólanum og var að undirbúa að byrja í doktorsnámi þegar kom í ljós að meinið hafi dreift sér í bein. Þetta var algjört áfall, mér fannst heimurinn hrynja. Ég hugsaði að hætta við mín áform með frekara nám og vissi bara alls ekki hvað ég átt að gera. Friðbjörn Sigurðsson læknir minn sem búinn að fylgja mér öll þessi ár, hann spurði mig, Gunnhildur, mér finnst þér þú vera veik? Þetta er mjög góð spurning, maður fer að hlæja núna þegar maður heyrir hana því hann hefur sagt þetta svo oft. Og ég sagði nei, ég er ekki veik, en samt var einhvern veginn ekkert eins og það átt að vera. Þá spurði mig hvað ég myndi gera ef ég hefði ekki fengið þessar fréttir. Og þá sagði ég, þá væri ég náttúrulega leið í doktorsnám. Og það varð úr að ég ákvaði að byrja og svo bara sjá til þangað til annað kemur ljós. Og það hefur rauninu verið mitt viðhorf, að bara halda áfram og svo bara sjá til ef eitthvað annað kemur ljós. Ég fekk strax lyf, beinastyrkjandi lyf í æð og Femar sem er hormónablokkarandi lyf og það gekk allt vel í önnur 4 ár. En þangað til ég var eins og undirbúa doktorsvörnina. Þá kom í ljós að meinið hafi dreift sér meira í beinum og einnig í lifrina. Sko það var algjört áfall. Ég hafði bara heyrt sko ef þetta hefði dreift sér í lifur þá myndi maður bara deyja. Þannig ég fór sko eiginlega að flokka jólaskrautið og kenna dóttur mín á rjúpurnar og svona. Þannig að þessi jól, mér fannst þetta bara vera algjör dauðadómur. En síðan eru liðin næstum 5 ár, hún er orðið mjög góð í rjúpunum, þau vita alveg hvað jóladótið er og þetta er allt í góðu. En ég er búin að vera í lyfjameðferð síðan, sem sagt núna bráðum í 5 ár, tvissa sinnum í mánuði. Fer ég sérst á göngudeildin á Hringbraut og fæ lyf í minn lyfjabrunn sem hefur staðið sér mjög vel, bara alveg 5 ára að verða. Ég er búin að vera í fullri vinnu sem háskólakennari allan tíman, þannig til núna síðustu áramót að ég bara ákvað að minnka aðeins við mig. Ég sagði með mig, ég er bara alltaf nú komið 5 ár og ég er bara alltaf í brjálæri vinnu og bara nú er komið tíma þess að minnka við mig og gera eitthvað annað. Þetta er bara partur af mínu lífi, rútína sem ég lít á með þakklæti. Ég tek gjarnan dönskublöðin sem Solla vinkona mín sem er hérna, kaupir yfirleitt handa mér og ég fer með því í lyfjameðferðina. Mér finnst það skemmtilegt bara að lesa dönskublöðin, eitthvað notalegt sem fer svona innumannað út mitt og fylgjast með tískunni í leiðinni og reynir bara að eiga notalega stund og meðan lyfin er að renna. Og ég þekki orðið æðimarga fastakúna á deildinni og auðvitað allar hjúkurnar sem eru yndislegar. Ég varði doktorsritgerðina mína miðri í lyfjameðferð og árið seinna gekk 1,5 maraþon í Avon-göngunni í New York
og stefnaði í kjölfarið ásamt vinkonum mínum styrktafélagi Göngu saman sem styrki grunnrannsóknir á brjóstakrabbameini og hefur nú þegar styrkt íslenska rannsakendur 17 milljónir. Ég hef margt lært af þessari reynslu og það margt sem ég finnst skipta máli að komist til skila. Það eru margir sem greinast aftur, sem lifa góðu lífi í dag, eru í meðferð þar sem sjúkdómnum er haldið niðri og lifa með sjúkdómnum. Það hefur reynst mér vel að hafa nóg að gera og vera að gera það sem ég finnst skemmtilegt og gefandi. Ég hef verið umvafin fjölskyld og vinum og átt yndislegt líf. Ég hef verið góð í sambandi við minn lækni og mér finnst við verið í samvinnu, við erum tím. Það sem mér finnst mikilvægt í tengslu við endurkomu krabbameins og eitthvað sem ég vissi ekki áður ég lenti þessu sjálf, það var þetta að og þetta heldur skipti alveg rosalega miklu máli, að ef krabbamein tekur sig upp aftur, þá merkir það að það tókst ekki að uppræta meinið í fyrstu umferð. Það merkir að einhverja krabbameinsfrumur hafa lifað af meðferð þó ekki hafi verið hægt að greina þær myndrannsóknum né blóðprufum. Það þýðir alls ekki að réttri meðferð hafi ekki verið beitt eða að sjúklingurinn hafi gert eitthvað rangt og þetta heldur sé mjög mikilvægur punktur. Þessar frumur sem sluppi í gegnum lyfjameðferðina hafa síðan fjölgað sér og það myndað æxli sem síðan greinist sem endurkoma á krabbameini. Þegar endurkoma verður á krabbameini er það oft í öðrum líffærum, svokölluð meinvörp. Brjóstakrabbamein tekur sig helst upp aftur í beinum, lifur og lungum, en það er samt kallað áfram brjóstakrabbamein. Það er líka mjög mikilvægt, því að þetta kemur stundu, þú veist að maður sé komið annað krabbamein að því að það er komið í bein og svona. Það er ekki, þetta er sama, þetta er brjóstakrabbameinið. Og það dreifir sér ákveðið. Daginn fekk einhvern voðaverk niður í ristina og búin að vera voða slæm og hans Frippur sagði að það fer ekki niður í rist. En stundum þá greinast einstaklingar með annað krabbameinu og þá er það ekki sama krabbameinu, þá er það nýtt og kannski ennþá auðveldara að ná því. Það eru ýmsar tilfinningar sem gera vart við sig. Flestir þeirra sem greinast með krabbamein og nánastu aðstandendur þeirra finna fyrir tilfinningulegri vanlíðan einhvern tímann á ferlinu, annað væri óeðlilegt. Fólk finnur til öryggisleysis og það finnst það berskjaldað. Vanlíðan getur tekið á sig ýmsar myndir, sorg, reiði, hræðslu og afneitun, það eru gjarnan tilfinningar sem fylgja endurgreiningu. Alveg eins og þegar einstaklingur greinist í fyrsta sinn, en hún þessar tilfinningar jafnvel enn sterkari og geta jafnvel haft áhrif á hugræna virkni. Fólk hefur gjarnan lýst þessu og ég hef þá reynslu sjálf að það er eins og standi við hliðin á sér. Það sé áhorfandi á eigin lífi. Þetta get ekki verið rétt. Það þarf tíma til að taka svona fréttum átt á sig á stöðinni, eins og hún lítur út. Þannig var það líka hjá mér. Ég fór ekki út úr húsi í nokkra daga eftir þessi áföll mín. Það er líka svo mikla tilfinningar sem fara af stað. En það er nefnilega svo merkilegt að eftir sjokkið þá breytast þar smám saman. Þegar einstaklingur fer að ná áttum, þá fer eitthvað aðgerðaplan í gang. Viðeigandi meðferð hefst og lífið heldur áfram. Það skiptast gjarnan á tilfinningar eins og vonleysi og vanlíðan, en einnig þakklæti, og það sem kemur hérna fram. Þakklæti og tilhneiging til að vilja lifa lífinni til fulls og einnig að leita tilgangi. Og maður finnur fyrir þessu. Maður fer að spá, hvernig vil ég þetta sé? Hvað vil ég gera? Forgangsröðun er oft endurskoðun og fólk hugsar gjarnan, einmitt hvað er það sem ég vil í þessu lífi? Þegar ég fór til dæmis fyrst að versla eftir að sjúkdómurinn hafði greinst þarna aftur í þriðja sinn eða versnað 2006, þá fór ég og verslaði Fjarðarkaupum, ég bý í Hlíðunum, bara því ég vildi ekki hitta neitt. Ég átti ekki vona að hitta neitt sem ég þekkti. Ég gat ekki hitt fólk. Mér fannst það svo erfitt, fyrstu dagana. En ég hrestist svo svakalega í Fjarðarkaupum og keypti svo brjálæðislega mikið inn að ég fór í golf og Hafnarfjarðar í leiðinni og keypti mér flottasta golfsetti sem ég sá í búðinni og eldriðanpoka, þetta kostaði 120.000 og þið geti ekki ímyndað ykkur hvað allir voru glaðir því ég kom heim með þetta, með settið, svona glöð ána með það var september nefnilega. Svo það var greinilegt að ég ætlaði að spila golf sumarið eftir. Þarna var ferlið byrjað, þarna var byrjað aðgerðaferlið. Það var komið í gang, ég var búin með þetta, maður verður að fara í gegnum þetta allt saman. Ég veit að ég er með ólæknandi sjúkdóm,
en ég hef verið heppin þegar það hafi verið hægt að halda hana niðri með lyfjameðferð. Hún er að virka. Og þegar ég spyr mér lækni, heyrðu, eigum við ekki að fara, hvað eigum við að fara að gera í þessu, þetta bara gengur, þá eigum við að taka pásu eða eitthvað, þetta gengur svo vel hjá okkur, Gunnhildur mín, það er alltaf við erum í þessu. Þetta gengur svo vel hjá okkur og það við tökum 1 mánuð í einu. Þannig hefur það verið og bara, maður er bara þakkláttur fyrir það, maður er ekki að pæla í því, vitið, að fara eitthvað til Indlands og svona sem allir að fara núna. Það er svona eitthvað sprautur að sko, mér dettur ekki í hug, ég bara fer til Kaupmannahafnar. Jæja, mörg af þessum atriðum sem ég hef hér nefnt og hvernig ég bregðast við ef krabbameini kemur aftur, bæði einstaklingurinn sjálfur og aðstandendur hans, þau eru tekið fyrir í bæklingi sem ég og Friðbjörn Sigurðsson, læknir minn, sem að biður að heilsa, er ekki hér í dag. Við höfum unnið út frá þessu bæklingi og unnið með hann og hann er núna í þýðingaferli á Krabbameinsfélaginu. Bæklingurinn hann heitir When Cancer Returns og er gefin út af bandaríska heilbrigðisráðuneytinu og vonandi fáum við tækifæri til að kynna hann við annað tækifæri. Og ég ætla að enda þetta hérna á þessari mynd hérna. Þetta er mynd þegar við erum að koma í Avon, ég fór sér sett í Avon-gönguna þarna árið eftir þarna 2007 í lyfjameðferð og þarna er sér sett fremst í hópnum voru settir fremst survivors. Þetta voru 4.000 mann sem tóku þátt í þessu og 400 voru þeir sem hefur greinst með brjóstakrabbamein, þetta var brjóstakrabbameinsganga, 400. Svo þegar við vorum að horfa á þetta og ég var í svona og fekk ból sem stóð á survivor, þá maður að hugsa hvað þýðir, við eigum ekkert svona orð, við vitum ekki hvað að kalla mannin, þennan endurgreinda. Þið vitið, maður er ekki sjúklingur, maður er með sjúkdóm. Þið vitið, þetta er, ég bara svona velti þessu fram, þetta er svona eitthvað, þarna var sko survivor, en hann er þá, segi ég bara, þangað til annað kemur í ljós. Takk fyrir.